Daniel, þú voru að elta einhvern veginn, fáið á okkur 2-3 svona sterk áhlaup frá KR, náðu að vinna niður einhvern veginn, mikill karakter en samt sem áður tap uppskeran. Já. Hvernig tilfinningin þín svona fyrir þessu? Það var mjög súr, en ánægilegt að sjá bara við getum komin alltaf tilbaka með þetta og við breytum aðeins varnarlegan í fjórðuleikunda sem var bara ávöxt. Byrjum leikið mjög sterkt en KR er virkilega gott lið og náðu góða áhlaupi eins og segir og við vorum svona lélegir sókn sem var að skila í lélegum skotum og hleyptum þeim dálítið í sinn leikana á tímabili í fyrri hálfleik og 107 stigin alltaf bara að þvæla. Svona ágætis frammiðstæð, við fæum kannski að spyrja út í einn leikmann í liðinu. Það ekkert margir leikmenn í þessari deild sem eru betri heldur en Remi Martin þegar hann er á vellinum. Nei, hann eins og segja, hann var að komast í takt náttúrulega með okkur aftur og einhvern veginn ennþá bara að læra inn á liðsfélagana sína og boltasjónu og spila og ekki maður taka náttúrulega þátt í mörgum leikjum hjá okkur en þetta gaf svona þokkalega góð fyrirheit hérna í kvöld og sérstaklega í seinni hálfleik. Það var hans betra þá heldur til fyrri. Þannig að það er bara að kemur að öngunni og við verðum bara að vera betri. Keflavík einhverstaðar í þessu 5., 7. sæti deildarinnar. Skiptir þetta einhverju máli? Ég meina það eru 2 umferðir eftir og eru það að keppa öðru heldur en bara að verða betri? Það er svona kannski fyrst og fremst að verða betri. Við verðum að verða betri núna þegar kemur í play-offs og það eru nokkur lið sem við erum að fara að lenda á móti hana. Þetta var alveg deildastóll náttúrulega eitthvað svoleiðis og við erum bara að sjá bara hvernig það þróast. Ég vil bara sjá framfæri, síðan bara enda deildin eins og hún endar og síðan sjáum við bara til hvernig það verður í úrslitakeppninni en margt gott inn í kvöld, margt mjög spennt og við erum æfa okkur bara vel í vikunni til þess að vera klárir í næsta leik. Kæra þakkir Daniel, gangi ykkur vel.